Ég byrjaði í BS-námi, skógfræði á Hvanneyri, Landbúnaðarháskólanum. Leist svo vel á það að það voru mastersnám líka í skógfræði og á Hvanneyri var það svolítið meiri grunnur í tölfræði og slíku sem var fyrir valinu, en svo fór ég til Svíþjóðar í gestanám, fleiri fakkúrsa þar og tók 60 einingar í Svíþjóð við SLU. Mikið svona mekka fyrir skógræktu þetta, Skandinavíu almennt en sérstaklega Svíþjóð. Hef síðan starfað í skógrækt frá útskrift, bæði hjá ríki og í einkageiranum. Og Ísland svolítið einstakt í skógræktarmálum. Hvað það varðar að hér mikil tilraunastarfsemi. Það ennþá verið að fóta okkur áfram eftir alla skógareyðinguna sem átt sér stað hérna. Þannig að það má segja, svona miðað við mörg önnur lönd, þá meira svona frelsi til að prófa nýja hluti á Íslandi. Við erum að prófa alls konar trjátegundir og aðferðir við að koma upp skógi og svo framvegis. Já, landupplýsingahlutin mjög stór þáttur í skógrækt almennt. Það gengur allt út á ýmsa grunneiningar, það má þá nefna hektaran. Það algjör grunneining og miðast allt við landupplýsingagögn. Þetta oft mjög stór landsvæði sem verið að eiga við, hvort sem það eru skógar sem eru vaxandi núna eða skógræktarsvæði sem verið að taka undir nýja skóga. Þá þetta algjör lykilbreyta og það mikil framþróun í GIS-málum eða landupplýsingamálum. Sérstaklega það verið að spila saman meira með flygildi eða drónatækni og nú gervigreind mikið að koma þar inn, það að segja svona sjálfvirk greining á gögnum. Það ótrúlegt sem hægt að safna af gögnum í gegnum með þessum flygildi, það að segja svona punktaský, þrívídda líkön sem hægt að varpa upp á skjánum með því að láta svona dróna skanna skóglendi, en líka bara mólendi sem á að taka til skógræktar. Það er hægt að vinna rosalega mikið gögnum með þessum flygildum í dag sem svo varpa beint upp í þessi landupplýsingakerfi.